Jæja, við ætlum að tala þjónustugjafir í dag. Eru allir hérna inni sem trúa á Jesú? Amen. Þannig að þetta er svona kennsla og fyrir þar sem trúa á Jesú. Þannig ég vil vera viss að trúa allir á Jesú og vilja allir fylgja Jesú. En hafið þið heyrt eða munið þið eftir brandaranum frá Alfa að það var ákveðin gerð af mönnum. Þeir voru ósýnilegir í 6 daga, svo voru þeir sýnilegir 1 dag, en þá voru þeir óskiljanlegir. Vitið þið hvers slags menn það eru? Þeir eru kallaðir prestar. Ósýnilegir 6 daga vikunar, sýnilegir 1 dag og þá voru þeir óskiljanlegir. Ég vona að þið skiljið eitthvað af því sem ég ætla að segja í dag, en þetta sem við erum að tala er í sambandi við kirkju Jesú Krists og í Efesusbréfinu 4. kafla, vers 11, Efesusbréfi 4. kafli vers 11, þá tölum við eða lesum við frá honum er svo gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga fullkomna hina heilugu, láta þeim þjónustu té, líkama Krists til uppbyggingar. Þangað til við verðum allir einhuga í trúnni, þekkingun á sinni Guðs, verðum fullþroska og náum vaxtartakmarki Krists fyllingar. Skulum stoppa hérna, en það sem ég langar að segja, kirkjan er ekki eitthvað sem einhverjum manni datt í hug. Kirkjan er hugmynd Guðs. Jesús sagði, ég mun byggja mína kirkju. Orðið Jesú Krist, ég mun byggja mína kirkju. Og hann vill fá að gera það í friði. Þannig að kirkjuhús og kirkja er ekki endilega sami hluturinn, en við segjum að kirkjan er Guðs hugmynd og þessar gjafir sem ég ætla að tala í dag, sem eru kallað þjónustugjafir, ministry gifts á enskunni, að þær eru líka Guðs hugmynd fyrir kirkjuna. Og spurningin er, hvað eru þá þessar þjónustugjafir? Jú, Biblían segir hérna, þetta eru menn sem Guð hefur gefið kirkjunni. Og þeir eiga að hvetja, innblása, þjálfa og leiða Guðs fólk til þess að vinna það verk sem Guðs fólk á að vinna. Amen. Þannig að við getum sagt að Guð, þjónustugjafirnar eru Guðs skipulag, Guðs fyrirsjá eða forsjá. Enskan segir provision. Mér vantaði gott íslenskt orð yfir provision. Það er samt að sjá fyrir og til dæmis þegar að miskunnsami samverginn hitti mannin á veginum og kom honum fyrir á hótelinu, gistihúsinu, þá getum við sagt að miskunnsami samverginn var Guðs provision fyrir þennan mann. Sjáu þið það? Að hann var Guðs fyrirsjá fyrir þennan mann. Guð notaði hann. Og eins vill Guð nota þessar þjónustugjafir, og gaman að hann Allan las andlegar gjafir hérna á undan, að þetta fer saman á vissan hátt, en samt eru þetta aðrar gjafir.
Guð vill nota þessar þjónustu gjafir til þess að hans ríki fái framgang. Og þjónustu gjafirnar, ég veit ekki hvort þær komast fyrir á einni hendi, og allar þessar gjafir, þær eru þannig að þetta eru þjónar orðsins. Þeir eru þjónar orðsins. Og þetta eru postular, hérna þessi putti, spámenn, spámaður, trúboði, hirðir, þessi hérna sem ber giftingarhringinn, og kennari, hann svona í smáatriðunum, þessi leiðinlegi. Þið eru að hlusta á hann í dag. Þannig að það er postulinn, spámaðurinn, hann bendir á þig. Trúboðinn, hann fer langt fram og nær í þig. Hirðirinn, hann er giftur kirkjunni, og kennarinn, hann sér að þú vitur öll smáatriðin. Þetta eru þjónustu gjafirnar. Postulinn, hann svona snertir allar hinar gjafirnar auðveldlega. Amen. Ok. Allir þessi menn hafa það hlutverk að vera þjónar orðsins. Þeir bera orðið á borð fyrir þig, og meira en það, þeir sjá að orðið verði lifandi í þínu lífi. Þeir hjálpa þér að læra að framganga í orðinu. Þannig að þeir eru þjónar orðsins. Ok? Og þjónusta orðsins er miðpunktur í ríki Guðs. Í Postulasögunni 6:2 þá er talað að það kom mjög þörf og brýn nauðsyn, en postularnir, þjónustu gjafirnar, þeir sögðu, við ætlum ekki að sinna þessu. Við ætlum að kjósa menn til þess að sinna þessari þörf. Við ætlum að gefa okkur alla að þjónustu orðsins. Vegna þess að þeir gátu ekki farið að sinna einhverju öðru en þeir áttu að sinna, þó það væri brýnt. Og til þess höfum við í raun og veru líkama Krists, að það eru margir limir á líkamanum. En þessar þjónustu gjafir, það er þjóna í orði Guðs, þeir eru þjónar orðsins. Og eitt annað, þjónusta orðsins er miðpunktur, þjónusta orðsins er uppspretta, þjónusta orðsins er líf kirkjunar, þjónusta orðsins er líka vernd kirkjunar. Vernd. Við lesum það hérna, við lesum áfram. Þessir menn eru gefnir til þess að, vers 14, við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem rekjast og berast fram og aftur eftir hverjum kenningarvindi. Nei, þegar að vindurinn blæs á einhvern mann, að þá kemur þessi þjónustugjöf og myndar skjól fyrir hann. Þannig að hann byrji ekki að rekjast til og frá. Þessar gjafir eru gefnar til þess að við séum ekki rugluð, að við séum ekki hlaupandi þangað og þangað eftir öllum kenningarstraumum. Þannig að þetta er þjónusta orðsins, hún er lífið, hún er Guð sjálfur, orðið varð hold. Orðið varð hold. Og þjónusta orðsins er líka, eins og segir í sálminum, það er lampi fóta minna og ljós á vegi mínum. Munið eftir því, lampi fóta minna og ljós á vegi mínum. Þannig að orðið er miðpunkturinn, orðið er lífið, Guð opinberast í orðinu þegar orðið er borið fram,
þá opinberast Guð og andi Guðs opinberast í orðinu, lækning Guðs opinberast í orðinu. Þannig að orðið, einn góður biblíukennari, Watchman Nee frá Kína, sagði, engin þjónusta orðsins, ekkert verk, engin kirkja. Ef það engin þjónusta orðsins, þá ekkert verk og engin kirkja. Þannig að mér langar bara að við sjáum þetta vegna þess að við höfum andstæðu. Sumir halda það að núna í dag, að til dæmis það sem við köllum ISIS eða Íslamska ríkið, það verði bara til af sjálfu sér, einhverju reiðir menn, nei. Það annað orð, það annar boðskapur sem þeir eru að heyra, sem þeir eru að hlýða, það byrjar með því að þeir heyra boðskap. Og sumir skilja ekki þegar við segjum að ákveðin boðskapur rótin af hinu illa. Sjáðu, það orðið sem að skiptir máli. Ef þú heyrir orð sem kemur að neðan, og ef að það fær að móta þig, þá mótastu af því og þú gerir það sem illt er. Ef þú heyrir orð sem kemur að ofan og það fær að móta þig, þá gerir þú það sem gott er. Þannig að Íslamska ríkið, þeir eru á fullu með sitt trúboð allstaðar. Þeir hafa trúboða, þeir hafa líka kennara, þeir hafa líka spámenn og þeir hafa postula. Og við sjáum hvað fylgir þeirra þjónustu, það fylgir dauði og hörmungar allstaðar þar sem þeir fara. Fólk flýr undan þeim allstaðar þar sem þeir fara. Hins vegar, þar sem Guðsríkið boðað, þar finnur fólk skjól, þar finnur fólk kærleika, þar sem að þjónusta Jesú Krist flæðir fram og hans orð flæðir fram. Hann gaf okkur þetta eina boðorð, þér skuluð elska hvern annan eins og ég hefi elskað yður. Þér skuluð elska hver annan eins og ég hefi elskað yður. Þannig að þjónustu gjafirnar eru til þess að grundvalla okkur, byggja okkur upp, hjálpa okkur að ganga rétta veginn og hjálpa okkur til að vera stöðug í Guðs orði. Og þannig að við getum sagt að þjónustu gjafirnar, ég ætla að segja fyrst að Guð, hann hefur alltaf þjóna. Alveg eins og segjum, það eru svo margir sem skilja ekki mannlegt skipulag í Guðs ríki og þeir segja, Guð, hann tala bara við mig. Ég þarf ekki á þér að halda, Guð tala við mig. Ok? Ef að þú ætlar að fara í bandaríska herinn, ef að þú ætlar að fara í rússneska herinn, heldurðu virkilega að Putin komi að hitta þig og taka í hendina á þér? Heldurðu að Obama komi að hitta þig og taka í hendina á þér? Nei. Þú mætir þeirra postulum, þeirra kennurum, þeirra spámönnum og þeirra hirðum og þú gefur þig undir þeirra vald. Og það eins í Guðs ríkinu að Guð, hann hefur valið sér menn til þess að vera postular, spámenn, hirðarkennarar. Putin hefur valið sér menn. Obama hefur valið sér menn. Öll ríki velja menn og það skipulag. En hér segir að Guð hefur sett. Ef við förum í fyrra Korintubréf, ég ætla að lesa aðeins þar að það segir Guð hefur sett. Og mér langar að við sjáum að Guð hefur sett. Þetta, af því að það eru svo margir sem segja, já, kirkjan, ég fer í þessa kirkju, já, nei, ég ætla að fara í þessa kirkju. Nei, það er miklu meira gaman í þessari kirkju. Ef að Guð setur þig hér, þá átt ekki að vera þar. Ef að Guð setur þig þar, þá átt ekki að vera hér. Sjá, Guð, hann setur fólk á líkamann þar sem hann vill. Og mér langar að lesa frá versi 28, kapla 12, í fyrra Korintubréfi.
Það segir Guð hefur sett. Það getur Guð hefur sett. Já, nei, heyrðu, ég fór í háskólan og ég fekk stóðsprófið og svo sótti ég og ég var settur inn. Biskupinn setti mig inn. Ok, það ekki endilega það sem Guð að gera. Það Guð sem setur. Sjáðu til, Jesús Kristur, hann fann sér fiskimenn. Hann let faríseana, þessa skólagengnu eiga sig, hann fann sér fiskimenn og setti þá. Einn hér, annan þar, þeir urðu hans postular og spámenn. Þannig það Guð, það Jesús sagði, ég mun byggja mína kirkju. Ég að segja að allir sem hafa farið í skóla og lært guðfræði get ekki verið prestar? Nei, ég ekki að segja það, en ég að segja að þeir líka þurfa að leiðast af Guðs anda til þess að geta verið hans þjónar. Menntunin kemur ekki í staðinn fyrir anda Guðs. Getur aldrei gert það. 12:28 Þér eru líka með Krist, lifir hans hver sig. Guð hefur sett nokkra í kirkjunni, fyrst postula, hérna, öðru lagi spámenn, þriðja lagi fræðara, hérna kemur þetta svolítið öðruvísi, sumum hefur hann veitt gáfu að gera kraftaverk, lækna, vinna líknarstörf, stjórna og tala tungum. Þannig við sjáum að hérna ákveðið, á ég að segja activity, hér ákveðið starf í gangi í kirkjunni að sumir að lækna, sumir að gera kraftaverk og sumir að gera þetta og sumir að gera hitt. Sjáðu til, okkar hugmynd kirkju ég fermist, svo kem ég aftur þegar ég giftist, svo kem ég aftur þegar ég dey og presturinn, hann snýr baki í söfnuðinn og hann tala við Guð fyrir mig. Nei, sjáðu, það sem hér verið að tala að þú tekur á móti Kristi, ferð í þjálfunarbúðir. Svona eins og þeir hafa þarna í Miðausturlöndum, nema að þetta fyrir kærleikan. Þú ferð í þjálfunarbúðir í kirkju Jesú Krist og þú verður lærisveinn og þú gefur þau undir vald postula, hirða, spámanna, kennara og síðan ef að þú ert ekki kallaður til að vera postuli eða spámaður, þá ertu kannski kallaður til að vera kraftaverkamaður, þú ert kannski kallaður til að vinna líknarstörf, þú ert kannski kallaður til að fara og leggja hendur yfir sjúka og lækna þá. Sjáðu, kirkjan lifandi líkami. Þetta ekki dauð stofnun og þess vegna það að við þurfum að leyfa Jesú Kristi að byggja sína kirkju og það byrjar á því að við gefumst honum á vald. Við gefumst honum á vald. Ef hann kallar þá hlýðum við. Ef enginn hlýðir, þá hefur hann ekkert til að byggja úr. Og Guð, hann að kalla fólk í dag. Ég trúi að Guð að kalla fólk. Guð að kalla fólk til þjónustu við sig. En við sjáum að kirkjan full af lífi. Svo segir, hvort allir postular, hvort allir spámenn, hvort allir fræðarar, hvort allir kraftaverkamenn, hvort hafa allir hlotið lækningagáfu, hvort tala allir tungum, hvort útlista allir tungutal. Nei, sækist heldur eftir náðagáfunum þeim hinum meiri, nú bendi ég þér á ennþá ágætari, miklu ágætari leið. Og svo segir hann í 14. kaflanum, keppið eftir kærleikanum. Og ef við viljum leyfa Guð að nota okkur þá eigum við að keppa eftir að vera í hans kærleika. En í sambandi við þessar gjafir, langar aðeins að reyna að sýna ykkur, sjáðu hvernig þær eru misjafnar og hvernig þær virka, að segjum sem svo að nú ert þú lærisveinn Jesú Krist og þú vilt læra og þú ert í kirkju þar sem postuli, spámaður, trúboði, kennari og hirðir.
og postulinn kemur með fullt af borðum inn í kirkjuna og hann segir, nú er það pússa borð. Og hann leggur það bara fyrir pastorinn að pússa borð. Og svo kemur Bragi hérna og kennarinn kemur og hann sýnir honum hvernig hann á að fara með tuskuna og hann byrjar að pússa og hann sýnir honum alveg hvernig hann á að gera þetta og jú, hann nær þessu bara nokkur hreinu. Heyrðu, þá kemur allt í einu trúboðinn og segir, heyrðu, hérna fullt af borðum, við skulum ráðast á þau, förum og pússum þau. Og svo kemur hann aftur, eyðir hann öllum deginum og kemur heim þreyttur og hugsa með sér daginn eftir, og næstu daga, þetta er allt og erfitt, ég bara nenni þessu ekki. Það geta einhverja aðrir verið í að pússa þessi borð. Þá allt í einu kemur spámaður og segir, heyrðu, varst ekki kallaður til að pússa borð? Svo segir drottinn, þú varst kallaður til að pússa borð. Og hann tala með þvílíkum krafti og ákafa inn í lífið þitt að þú bara verður stungin í hjartað, já, ég átti að pússa borð. Guð var búinn að segja mér að pússa borð. Og þú fer aftur að pússa borð. Og núna þegar þú sem sagt byrjar aftur að þá lenduru sem sagt heldur áfram og þú heldur áfram og þetta gengur bara sæmilega. Svo einn daginn uppgötvar það að þú ert að pússa borð og eftir því sem pússa meira þá verður borðið bara skítura og þú lítur á klútiðinn og þú segir að hann er orðinn skítur. Þannig að það er eitthvað að og nú kemur allt í einu pastorinn og hann tekur utan þig og hann segir, heyrðu elsku kallinn minn, á ekki að hjálpa þér að þvo klútiðinn af því að þú ert eiginlega að óhrenga meira heldur en að hrenga. Og hann tekur utan þig og hann segir, sjáðu hérna, hennan klút hérna, biddu nú Guð að fyrirgefa þér þessa synd þína af því að þetta er óhreint og þú getur ekki hjálpa neinum meðan sem sagt, syndin er í lífið þínu. Þetta er hirðirinn, hann tekur utan þig. Þannig að sem sagt, kennarinn byrjaði á að kenna þig smáatriðin, trúboðinn, hann æsti þig upp í að fara og ná í fleiri og svo kom spámaðurinn þegar hún varst sem sagt, uppgefin og búin og sagði þér að þú ættir að halda áfram og svo tekur hirðirinn utan þig. Og svona virka þessar gjafir, allir hafa þeir orðið. Allir eru þeir að þjóna í orðinu. Allir eru þeir að hjálpa þér. Þannig að þetta er Guðs í raun og veru fyrirsjá fyrir kirkjuna. Við eigum að hafa postula, spámenn, kennara, hirða og trúboða í hverri einustu kirkju. Ég bara trúi því. Þannig að við þurfum að knýja á og sjá þessar þjónustur vaksa upp í kirkjun okkar. Við þurfum að sjá þessar þjónustur vaksa upp í kirkjunni. Þær eru mismunandi og stundum er það að sem sagt, pastorinn þolur ekki trúboðan af því að hann er svona, þú veist, hann er fanatískur eða spámanninn af því að hann er ofgafullur. En Guð ætlar til þess að þessar gjafir vinni saman. Og einhver spurði, hvað verður þetta lengi? Og Biblían segir að í raun og veru, þar til við verðum, ef við förum aftur í Efesusbréfið, þar til við verðum öll einhuga í trúnni, þar til við verðum einhuga í trúnni og náum sem sagt að verða full vaksta. Þannig að þú hefur í rauninni þessar gjafir til að hjálpa þér að vaksa, alveg svo þú ferð í skóla, þú er alls konar kennara til að hjálpa þér að vaksa og þangað til þú ert orðinn fulltíða maður og þú kemur inn í þína köllun. Kannski er hún ekki að vera postuli eða hirðir eða spámaður, kannski er hún eina af þessum þjónustu störfum í Guðs ríkinu og þær eru alveg, Stefán píslavottur, hann var að þjóna fyrir borðum, hann er einn öflugasti Guðsmaður sem Biblían vitnar Stefán píslavottur. Guðs stýrð var bara yfir honum öllum. Þetta snýst ekki að við séum postular, hirðar eða kennarar eða spámenn. Það snýst það að við finnum okkar köllun og við leyfum Guði
að móta okkur inn í þá köllun. Þannig að þjónustugjafirnar, þær verða til þangað til Jesús kemur. Af því að það alltaf einhver í þjálfun. Það alltaf einhver í þjálfun. En ef að þær eru ekki fyrir hendi, að þá í raun og veru skortur í kirkjunni. Og kirkjan á að vera þetta kröftuga afl, hún á að vera þetta ríki sem að hliðheljar standast ekki fyrir. Hún á að segja, eins og við höfum verið að biðja, stopp við sprota guðleysisins. Við höfum verið að biðja á bænastundum, sproti guðleysisins skal ekki hvíla á landi réttlátra, og söfnuður Jesú Krist þetta afl sem stoppar hliðheljar og segir hingað og ekki lengra. Hingað og ekki lengra. Þú kallaður til að þjóna Guði, Guð vil gefa þér nýja byrjun og nýtt líf, hingað og ekki lengra. Og kirkjan hefur öll þessi embætti og allar þessar gjafir. Þannig að þetta á að verða þangað til að Jesús kemur aftur. Og það var önnur spurning, getum við náð þroska án þessara gjafa? Og svarið bara einfaldlega nei. Vegna þess að það eru margir sem hafa sagt, já, ég ætla bara að þjóna Guði, ég ætla ekki að koma nálægt hans kirkju, ég ætla bara að leita Guðs guðtala til mín og ég þarf ekkert á þessum þjónustugjöfum að halda, kennara eða predikara, sjáðu til, ég ætla bara að horfa á Omega og málið það að ef að þú ætla bara að horfa á Omega, ef að þú ætla bara að vera í andlegum bréfaskóla, að þá ekki hluti af líkama Krists. Þú getur ekki verið giftur bara á netinu. Hvað eru margir sem vilja það? Þú þarft að snerta, sjáðu, þegar að þú að læra, nú kemur einhver og segir, já, þú að framganga í kærleika og svo eitthvað sem fer í taugarnar á þér. Sjáðu til að það allt í lagi að vera reiður fyrir framan sjónvarpið, en þegar þú reiður fyrir framan einhvern annan, þá ertu staðinn að verki. Og þá það bróðin sem segir, heyrðu, ég finn ekki anda Krists frá þér núna. Og hann segir stundum sér hann eitthvað kuska á bakinu á þér og segir, heyrðu, leyfðu mér að hreinsa þetta af. Og það gerist ekki ef við erum ein. Og það þess vegna sem að börn eiga fjölskyldu. Og hvað gerum við börn okkar? Við erum alltaf að kenna þeim, við erum alltaf að taka utan þau, við erum alltaf að þrífa upp eftir þau, við erum alltaf að elska þau og kenna þeim, aga þau, af því að við viljum að þau verði menn. Og þetta snýst kirkjan, þetta snúast þessar þjónustugjafir, og ég trúi því að ef það kemur heilagsanda vakning yfir Ísland, þá þurfum við að hafa sterka spámenn, við þurfum að hafa sterka hirða, við þurfum að hafa sterka kennara, trúboða og hirða. Nú sagði ég eitthvað tvisvar. Við þurfum að hafa sterkar þjónustugjafir. Í Gamla testamentinu þá voru það prestarnir sem báru dýr Guðs. Þeir báru sáttmálsörkina. Og það eins í þessu Nýja testamenti að Guð, hann velur alltaf menn til að bera dýrð Guðs. Og ef að vakningin kemur með krafti, að þá munu verða þjónustugjafir til staðar til þess að standa í raun og veru þjónustu fyrir Guð. Mér langar að kannski enda þessa kennslu á að við skulum muna það að þetta þjónusta orðsins, og munið að orðið eldur. Við höfum verið að biðja það, orðið eldur, orðið lifandi, orðið kröftugt.
Þetta gjöf til að taka orðið sem dautt hérna og gera það lifandi, gera það þannig að það lækni sjúka, gera það þannig að það leysi fólk. Þú þjónar orðinu. Alveg eins og þú, ef þú ert kokkur þá tekur eitthvað sem frosið og engan langar í, þú matreiðir það svo að það verði listugt, kryddar það og sem sagt allir njóta þess að borða það verður góð fæða. Og eins það með þjón orðsins, hann tekur orðið og hann gerir það lifandi og Guð, hann vitnar með orðinu. Og án þessara gjafa þá kirkjan veik og það þess vegna sem við höfum veikar kirkjur á Íslandi og víða í heiminum. Við höfum einn pastor, við höfum við höfum öldunga, en munið eftir að Pétur, hann sagði ég öldungurinn og postulinn. Sjáðu, öldungar geta líka verið postular, öldungar þjóna í þessum embættum líka, en við þurfum, þetta eitthvað sem þarf að verða miklu sterkara á meðal okkar og við þurfum að sjá kirkjuna sem fulla fólki sem að þjóna Guði. Það ein ritning hérna í sambandi við þetta spámannin og í Haggai, ég ætla að lesa það að lokum, leyfa ykkur að sjá svona, þar sjáum við hvernig þetta virkaði í Gamla testamentinu, að Haggai, 1. kafli, þar voru Ísraelsmenn, þeir voru komnir heim úr herleiðingu og Guð hafði sagt þeim að byggja musterið, svo liðu, held ég, ef ég man rétt, 70 ár og það var bara sára lítið að gerast. Og þarna pastorinn, það hérna, við lesum fyrsta versið og landstjórinn, kannski getum við sagt að hann hafi verið hérna, ég veit ekki upp á hvað við getum heimfært hann, en sjáu þið, á öðru ríkisári Daríusar konungs, hinn fyrsta dag hins 7. mánaðar, kom orð drottins fyrir munn Haggai spámanns til Serubabels, Sealtíelssonar landstjóra í Júda, og Jósúa, Jósadaksonar æðsta prest, svo hljóðandi. Okay? Hérna landstjóri og hérna prestur og það bara ekkert að gerast. Af því að presturinn, hirðirinn, hann svo góður við fólkið. Fólkið var allt saman að bara, þau voru að byggja sín hús og pastorinn var þarna og hann sagði bara Guð blessi þig, Guð blessi þig, Guð blessi þig. Svona góður eins og ég, Bragi minn, Guð blessi þig Bragi minn, byggðu bara núna á nógu flott hús og hérna, og ég skal bara biðja fyrir þér og Guð blessi þig. Svo bara gerist ekkert í Guðs ríkinu, gerist ekki neitt. Og allt í henni kemur Haggai. Og hann segir, þér búist við miklu, en fáið lítið í aðra hönd, þó þið flytið heim. Þá blæs ég það burt, hvers vegna segir drottinn allsherjar, vegna hús míns. Því að það liggur í rústum meðan sérhverjið þar flýtir sér með sitt hús. Þetta eitthvað líkt og í dag? Hvað heyrum við ef við erum að gera eitthvað í Guðsríkinu? Ég að vinna, ég upptekinn. Og ef ég ekki að vinna, þá ég að fara að gera annað, ég að fara í bíó, ég að gera þetta, ég að gera hitt, ég að gera þetta, ég að gera hitt, ég að gera þetta. Svo kemur spámaðurinn. Já, nú segir Dísa þessi komið nóg, nú ég spámanlegur. Þetta á alveg jafnt við mig og ykkur, elsku vinnum, við þurfum að leyfa orðið Guðs að dæma okkur. Við höfum ekki að fara í vörn þegar orð Guðs kemur til okkar. Þeir fóru ekki í vörn hérna. Það sem hérna kemur hann bara og þrumar yfir þeim og svo segir hann fyrir því heldur himinin upp yfir aftur dögginni, það engin vakning, því heldur jörðin aftur gróðri sínum, það engin að frelsast. Ég kallaði þurrk yfir landið og yfir fjöllin, yfir korni, vínberalögin og olíuna, yfir það sem jörðin af sig gefur, yfir menn og skepnur og yfir allan handafla. Hér svo Guð haldi bara aftur að sínu verki af því að það allir uppteknir af sjálfum sér. Þá vill Guð eiginlega ekki koma og gefa vitjun. En svo lesum við, þá hlýddi Serubabel Sealtíelsson og Jósúa Jósadaksson æðsti prestur og allt það eftir var orði lýðsins, röddu drottins Guðs þeirra, orðum Haggai spámanns, þeim drottin Guð talaði, Guð þeirra hafði sent hann með, og lýðurinn óttaðist drottin. Óttaðist drottin. Óttaðist drottin. Hvað þýðir það óttast drottin?
Já, það þýðir að bera virðingu fyrir honum. Þá sagði Haggai sendiboði drottins við lýðinn, samkvæmt boðskap drottins, nú breytist eitthvað. Ég er með yður, segir drottin. Þegar Guð sá guðsóttan, þá segir hann, ég er með yður. Ég er með yður. Nú vill drottin vera með. Hann sér hjörtur sem snúa sér til hans og nú vill hann vera með. Og drottin vakti hug Serúbabel Sealtíelssonar landstjóra í Júda, hug Jósúa Jósadaksson æðstaprests, hug alls þess eftirvarorði liðsins, svo þeir komu og hófu að byggja hús drottins allsherjar Guðs þeirra á 24. degi hins 7. mánaðar á öðru ríkisári Daríusar konungs. Þannig við sjáum hérna mynd af, kannski við getum heimfært þetta upp á kirkju, þarna svona loggmodla og ekkert að gerast og svo kemur spámanlega þjónustan inn og þá byrja hlutirnir að gerast. Þannig við sjáum, en samt var vernd Guð, sjáiði, presturinn var þarna og fólk var varveitt í trúnni, en það bara ekki nóg, við þurfum líka spámanlegu þjónustuna, við þurfum líka trúboða sem brennur fyrir því að fara út og segja öðru fólki frá. Svo þurfum við líka kennaran sem kennir þeim sem koma inn, vegna þess að stundum að þá heyrum við að fólk blandar öllu mögulegu saman. Sjáðu til að þú þarft að vita hvað er hvað. Samúel í musturinn, hann þekkti ekki röddu Guðs. Þannig að hann þurfti að læra að þekkja röddu Guðs. Og stundum það að fólk þekkir ekki, það segir, er þetta Guð, er þetta Guð, er þetta Guð. Biblía segir að við temjum skilningavitin til þess að læra að þekkja röddu Guðs. Og til þess eru þessar þjónustu gjafir til þess að hjálpa okkur að ganga Guðs veg. Amen. Og það er gaman að virkilega sjá hvernig Guð hefur stúderað Gamla testamentið og hvernig þetta er eins og mynd af Nýja testamentinu. Það er að segja og öfugt, þú sér þetta spegla sitt á hvað. Þannig að við skulum biðja Guð, þegar við biðjum, Jesús sagði að við ættum að biðja verkamenn til uppskerunar, en við þurfum líka að biðja Guð hirða, spámenn, trúboða og kennara. Við þurfum líka að biðja þess að fólk hlýði kallinu þegar Guð kallar. Jesús Kristur, hann var einu sem hann sagði, það var einn, hann kallaði og hann bauð í veislu og það var einn sem fór akursinn, annar fór í brúðkaup og annar fór þetta og það var svona hryggt í orðum Jesú Krists yfir því hvað væri að gerast. Við þurfum að biðja Guð að reisa upp hirða, reisa upp spámenn og við getum öll verið vottar hans sama hvar við erum. Þegar líkami Jesú Krist byrjar að hreyfast, að þá eru engin takmörk fyrir því sem Guð getur gert þegar hann segir ég er með yður. Það eru engin takmörk. Það eru engin takmörk fyrir því sem Guð vill gera. Amen. Við skulum aðeins rísa á fætur. Ef að Guð hefur kallað þig, þá er bara eitt sem þú getur gert, að það er að vera trúr þeirri köllun. Það eru svo margir sem eru spenntir þegar Guð kallar, en það er ekki allir sem eru trúir. Það eru svo margir sem eru spenntir fyrst af því að þetta er Guð og þeir finna nærveru Guðs. En svo stígur Guð aðeins tilbaka og þeir byrja að ganga og þá gefast þeir upp. En við þurfum að vera trú okkar köllun. Og ef að Guð hefur talað, þá eigum við að treysta því að hann muni fullkomna það sem hann hefur byrjað í okkar lífi. Þannig að ef að Guð hefur kallað þig einhvern tímann og þú hefur brugðist kallinu, að sjáðu, eins og hann talaði gegnum Haggai, að hann yfirgaf þá ekki.
hann byrjaði aftur. Hann sendi spámanninn og hann sagði, ég með yður. Að Guð, hann iðrast ekki náðargjafa sinnar eða köllunar, hann heldur áfram að vaka yfir þér og yfir mér. Og við skulum bara biðja saman. Drottinn minn og Guð minn, ég þakka þér fyrir það að þú ert hér á meðal okkar og þakka þér fyrir að þú vilt vera á meðal okkar. Og Faðir, ég biði fyrir köllun eins og sérhvers hér inni, Faðir Guð. Ég biði, Faðir Guð, að fæða fram í þessari kirkju þar sem vantar. Drottinn, við þráum að sjá barnastarf, við þráum að sjá, Drottinn, trúboða í ríkari mæli. Drottinn minn, við þráum að sjá spámenn vaksa upp í þessari kirkju og allar þessar gjafir, Faðir, kraftaverk, fólk sem talar í tungum, fólk sem útleggur tungutal. Og Guð, við þráum að sjá anda þinn starfa á meðal okkar, Faðir Guð. Í nafni Jesú Krist. Og Guð, við bara biðjum fyrir landin okkar, við biðjum fyrir bæjarfélagin okkar og ég biðji, Drottinn, vertu með okkur á þessum degi. Og Guð, og ég biðji, Drottinn, að orðið megi virkilega, já, bara búa í hjörtum okkar. Og Drottinn, gefðu okkur hungur eftir orðinu þínu, hungur eftir því að leita þín, Drottinn minn. Á morgnana, kvöldin, hungur eftir því að vera í samfélagi við þig, Abba Faðir. Blessa þig, Jesús. Já, ég biðji hungur, Faðir, eftir þér, hungur. Hungur eftir þér, Faðir Guð. Í Jesú nafni. Amen. Amen.